Þannig að það sé komið á dagskrá, þá það annað dagskrárliður, samþykktir stjórn og fundarskap Akureyrarkaupstaðar endurskoðun vegna stjórnsýslubreytinga, fyrri umræða, Eiríkur Björn Björgvinsson tekur til máls, bæjarstjóri. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs og takk fyrir það gamla. Ég fer hér í gegnum þær breytingar sem það þurfti að gera á samþykktum stjórn og fundarsköp Akureyrarkaupstaðar í framhaldi af stjórnsýslubreytingum og jafnframt vegna þess að það nú annars lagi líka taka til í samþykktum sveitarfélagsins. Þannig að við gerum það að nýttum tækifæri og gerum það í leiðinni. Ég ætla ekki að fara í gegnum samþykktunar lið fyrir lið, heldur einungis nefna þær breytingar sem hafa verið gerðar á samþykktunum og í fyrsta lagi og sem eru þá kannski stærstu breytingarnar á samþykktunum frá þeim upprunalegu eru þær að í núverandi 48. grein þá er verið að tala ráð en ekki nefndir og þessi nýju ráð sem voru samþykkt við breytingarnar og síðan í 51. greinni þar sem er talað ráðningar á sviðsstjórum því að núverandi yfirmenn munu bera titilinn sviðsstjórar að þá er talað að það sé gert að höfðu samráði við fagráð. Þetta eru svona stærstu breytingarnar frá upprunalegu samþykktunum. Síðan ætla ég að rekja hér mig aðeins í gegnum nokkra greinar, það sem eru orðalagsbreytingar sem voru gerðar á síðasta bæjarráðsfundi. En það er í 16. greininni, þar var tekið orðið út orðið fullu, það er fyrir framan orðið fullu nafni, það sem við erum að tala að bæjarfulltrúar séu þá brávarpaði með nafni. Í 20. greininni þá endar greinin á án umræðu í staðinn fyrir án umræðna. Og síðan í 31. greininni þá kemur inn ný grein sem var samþykkt vegna umræðu meðal annars trúnaðarmálabók en við höfum sett inn í samþykktirnar sérstakan kafla trúnaðarmálabók. Aðrar greinar þar á eftir taka þá breytingum, það er 32. greinin sem var áður 31. grein. Það er tilvísun í grein 25 sem breytist í grein 45. Það er svona okkar mat að þetta hafi bara gleymst að endurskoða við síðustu yfirfærslu á samþykktunum. Það var bara verið að vitna í ranga grein þarna. Í 37. grein sem áður var 37. grein, þá er það einnig tilvísun í aðra grein í samþykktunum sem breytist vegna þess að ný grein hefur komið þarna inn og hefur þess áhrif á númerabreytingar. Það svipað þegar 40. grein sem áður var 39. grein, það er tilvísun í aðra grein í samþykktum breytt og þar hefur það líka gleymst við síðustu endurskoðun. 44. grein sem áður var 43. grein, það er tilvísun í grein 25 breytt í grein 45 sem hefur líka væntanlega gleymst við síðustu endurskoðun. Og í 48. grein sem áður var 47. grein, það er tilvísun í aðra grein í samþykktinni er henni breytt með tilliti til þess að ný grein kom inn og hafi þess áhrif á númerabirtinguna. Í 48. greinni sem ég nefndi í upphafi að þar eru ráðin öll nefnd og þeim er núna raðað upp í stafrófsröð. Það var komin svolítið ruglingur á þetta í samþykktunum að finna réttu ráðin en þau er búið að raða þeim núna upp í stafrófsröð. Annað sem er lagfært í 48. greinni, það er fjöldi aðalmanna hjá atvinnuþróunarfélaginu. Við eigum víst bara 2 en það var talað að við ættum 3 fulltrúa þar. Og í 60. greininni sem áður var 59. grein, þar er tilvísun í aðra grein í samþykktinni samanber breytingar. Og í 65. greininni sem áður var 64. grein, þá er líka tilvísun í aðra grein í samþykktum breytt með tilliti til þess að ný grein kom inn og hafði áhrif á númerabirtinguna. Síðan er bara svona almenn tiltekt í þessu varandi ásláttarvillur en engar efnislegar aðrar breytingar og ég legg þetta fram bara til umræðu og eftir atvikum þá til síðar umræðu í bæjarstjórn. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarstjóra fyrir þessa ágætu kynningu og vil bara segja strax að ég hef ekkert út á það að setja sem að hann var að tala en mig langar að nota tækifærið af því að við erum að breyta samþykktum stjórn og fundarsköp Akureyrarkaupstaðar að
leggja til breytingar sem að ég held að sé ótrúlega mikilvægt að gera í þeim tilgangi að gera þessa fundi svona að meiri samræðu fundum og og kannski að fara yfir breytingarna sem ég langar að leggja til og ég fer síðan kannski svona yfir rökstuðningin betur og eftir og svona hvers vegna ég tel þetta ótrúlega mikilvægt. Mér langar að leggja til breytingu á G-lið 16. greinar sem að fjallar hversu oft má tala. En þar kemur fram að hver bæjarfulltrúi megi taka 2 svar til máls við hverju umræðu og en megi taka ofta til máls til að bera sér ámæli eða til að gera stuttu athugasemd fundarstjórn forseta. Ég vil breyta þessu þannig að hver bæjarfulltrúi megi tala 4 sinnum í hverju umræðu og sé heimilt eins og bara í raun og veru fyrir að taka oftar til máls til að bera af sér ámæli eða til að gera stuttu athugasemd fundarstjórn forseta. Þetta sem sagt, og ég ætla að biðja forseta að bera upp þessar tillögur mínar í sem sagt 2 liðum. Þannig að annars vegar ég með tillögu varðandi G-lið 16. greinar og hins vegar ég með tillögu varðandi H-lið 16. greinar. En það lítur að takmörkunum á ræðutíma þar sem að í dag eru engar takmarkanir á ræðutíma, þar að segja við megum koma upp 2 svar undir hverjum lið og tala eins lengi og okkur sýnist. Ég vil leggja til vegna þess að mér finnst svo sem eðlilegt að fyrst ef ég ætlum að það fylgist að sko þetta með að við megum tala oftar en að það sé þá kannski settar aðeins takmarkanir á tíma því að án þess að ætla að vera leiðileg þá eru þessi fundir bara alveg nú langdregnir þó við séum ekki tala 4 sinnum óendanlega lengi hvert. Þannig að ég vil leggja til að í fyrstu ræðu sé ótakmarkaður ræðutími eins og núna bara en síðan í annarri ræðu sé 15 mínútna ræðutími og í 3. og 4. ræðu sé það 5 mínútur og kannski svo ég svona fari og síðan bæti ég við að forseti getur þá heimila lengri ræðutíma við umræður fundarsköp eða fundarstjórn forseta. Forseta heimilt að rýmka ræðutíma sé mál það umfangsmikið eða mikilvægt að ekki sé hægt að ræða þá fullnægjandi hátt innan þeirra reglna sem mælt fyrir og sé forseta heimilt að rýmka ræðutíma bæjarfulltrúa ef sérstaklega stendur á nauðsyn krefur. Og ákvörðun forseta samkvæmt þessari málsgrein skuli liggja fyrir áður en umræða hefst og við síðari umræðu fjárhagsáætlun og aðalskipulag Akureyrarkaupstaðar skuli ræðutími vera óbundin, engin tímatakmörk. En það sem ég bara að reyna að gera og það sem tilgangurinn minn með þessum breytingum, það að þessi samskipti í bæjarstjórn séu meira samtal okkar á milli og mér finnst þetta ágætisfundir og mér finnst við svona komast bara ágætlega frá því að bara svona ræða saman en hins vegar það bara þannig að ef hver má bara taka til máls 2 svar þá bara ljóst að það verður ekki samræða og ég hef nú lent í því og ekki ég kannski meira lent í heldur en aðrir bæjarfulltrúar lent í því að til dæmis ég hef bara komið upp og sagt einhvern fjandann sem að viðkomandi bæjarfulltrúi vildi gjarnan andmæla en bara gat ekki af því að maður búið með öll ræðuskiptin. Auðvitað getur þetta komið fyrir líka þó maður megi tala 4 sinnum en hættan minni, auðvitað getur maður alltaf notfært sér það að bara bíða til allir eru búin að tala og koma sér upp og segja bara eitthvað stuðandi en ég meina það ekki þannig kannski sem við erum að vinna og eins og þegar þetta kom fyrir bara á síðasta eða þar síðasta fundi á mér þá bara fattaði ég átti eftir að segja hluti sem ég vissi að fólk myndi vilja ræða betur eða andmæla og þannig ég var svona, en ég var pínu sein og allavega 2 bæjarfulltrúar voru bara búnir með skiptin sín og sátu bara rauðir í framan
Þannig að ég sagði þetta má nú ekki gerast aftur. Og svo eins líka dæmi það að forseti hafi gert hlé á fundinum til þess að tala saman þegar það var komið upp hérna einhverja tillögur og tillögur nú oft ræddar fyrir fundin og bara útkljáð í raun og veru og komin breytingar til raun. En ef að það klikkar að þá einhvern veginn verður mjög erfitt að tala saman hérna á þessum fundi. Og mér finnst algjörlega óhæft og sérstaklega þegar við erum með fundin en í beinni útsendingu á internetinu og fólk á bara að fá að sjá það sem hérna fer fram að þurfa að gera fundarhlé og slökkva á kameru svo við getum tala saman hlutina. Mér finnst þetta bara ekki nógu gott og ég held að þetta með að við megum tala 4 sinnum hvert geti bætt þetta og ég get deilt í með ykkur að ég hafði samband við forseta bæjarstjórnar í Reykjavík þar sem sem sagt ákvæði að tala megi 3 svar en það reyndar ákvæði að hægt sé að gera stuttar athugasemdir sem sagt ekki bara fundarstjórn forseta heldur bara stuttar athugasemdir og þá má tala í 2 mínútur 1 mínútu eða 2 mínútur, ég man það ekki alveg en það alveg ótakmarkað, þar getur fólk bara komið upp í stuttar athugasemdir bara eins og oft og að vill við en þá náttúrulega þarf forseti að stýra málinu ég ákvað að hafa þetta ekki inni hjá okkur heldur bara að byrja á þessu að við getum talað 4 sinnum og gert þá borið af okkur ámæli og gert athugasemdir við fundarstjórn ef það væri svona neyðar hnappar einhverjir en og ég sem sagt eins og ég segi það í Reykjavík má tala 3 svar og forseti sem ég átti samtal við forseti borgarstjórnar í síðustu viku sagði að hún var nú frekar á því að fjölga skiptum heldur en að fækka en þetta reynst vel en hún væri með þetta skoðunar að fjölga skiptum þannig að bara svona svo við vitum svona eins og oft spurt hvernig eru aðrir að gera þetta að og eins og við þekkjum náttúrulega Alþingi má fólk náttúrulega koma ótakmarkað oft upp en þar eru ströng tímamörk þannig að ég held að þessar tillögur mínar séu bara svona ágætis svona meðalvegur hinn gullni meðalvegur sem ég nú þekkt fyrir að fara. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarstjóra yfirferð á þeim breytingum sem verið að gera á þessari samþykkt. Ég vil einnig þakka bæjarfulltrúa Sóleyju Björku fyrir það að leggja fram þessa tillögu. Við ræddum þessa tillögu á minnihlutafundi í gær og náðum saman þar það að við myndum styðja þessa tillögu ef að ræðutími í 1. umræðu yrði óskertur, ótímabundinn. En getum að vel fallist á það að það sé skertur eða tímabundi ræðutími í næstu 3 skipti á eftir. Ég held að sé bara mjög mikilvægt að gera þessa breytingu, alltént að gera tilraun og sjá hvernig þetta kemur út og hvort þetta breytir á einhvern hátt umræðinni hér í bæjarstjórn sem ég held sé bara alveg full ástæða til að láta reyna á. Þannig að ég styð þessa tillögu og vona að við getum náð saman alltént að gera þessa tilraun til 1 árs, sjá hvernig gengur. Nú ef að þetta fyrirkomulega reynist algjörlega óhæft, þá verðum við bara að snúa tilbaka. Það ekkert flókið. En ég tel að við höfum ekki að vera svo heilög að við getum ekki breytt þessum reglum og þessu formi alltént til reynslu. Nei, ég vil bara lýsa stuðningi mínum við þessa tillögu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit ekki hvar ég á að byrja. Ég varðandi þessa tillögurnar Sóleyju Bjarkar sem hún að vísu gleymdi nú að lesa þetta upp fyrir okkur. Hún ætlaði held ég að bera þær upp hérna en gerði nú ekki formlega. En hún var bara að senda bæjarfulltrúum þannig að við vorum nú búin að sjá þetta. Ég ekki alveg og við vorum eiginlega bara svona kannski yfir orðið viðsnúningur hjá minnihlutanum en á sínum í tíma þá voru nú menn svona nokkuð á þeirri skoðun að þetta væri, það form sem í dag hefði bara virkað ágætlega og það okkar skoðun í minnihlutanum að það sé að virka ágætlega.
menn fá að ræða hlutina tvisvar sinnum í hverju umræðu. Ég aftur á móti, við höfum þá líka haft það hérna í bæjarstjórn að undir vissum málum hefur forseti leyft mönnum að koma oftar upp í ræðustól og ég á því að það vanti kannski inn í reglurnar að bæta því inn að sem sagt, forseti hafi þessa heimild og ég þá með breytingartillögu við þessa G-lið 16. greina sem að Sóley Björk bæjarfulltrúi var að koma að tala varðandi ræðutíman og takmarkanir og tímalengdir þá ég líka á því að það þurfa að breyta þessari grein 16h vegna þess að mér sýnist nú þegar ég fór að lesa þetta betur að þarna hafa menn í upphafi sett bara inn leiðbeiningar einhverjar sem voru þarna inn í þessi texti sem voru ekki beint þessar samþykktir okkar, þannig að ég held að það þurfi að koma þarna inn texti til þess að menn átti þessi betur á þessu hvað á að standa þarna. Þetta mismunandi, ég var að skoða þetta er mismunandi af því að bæjarfulltrúi Sóley talaði að þetta væri hvað aðrir var að gera. Ég skoðaði þetta til að mynda hjá Hafnarfjarðarbæ, þær eru með tillögur svona svipaði og bæjarfulltrúi Sóley ber upp. Kópavogsbær er með þá svipað tillögu eins og við erum með eða þessa samþykktir eins og við erum með. Bæjarfulltrúi Sóley talaði að það væri hérna ágætar umræður og það hefur ekki verið vandamál að mínum að menn það er ekki oft sem að Sóley hefur komið hérna út með útspil svona á síðustu metrunum þannig að menn hafa setið hér rauðir og skotið neistum í sætum sínum, það er sem hún er nú sem betur verið ekki þannig og þessi umræða hefur ekki þannig, ég finnst þetta bara pínlítið svo að segja, breytum bara breytingarna vegna, ég er ekki alveg að sjá það að þetta sé bein þörf á þessu. Þannig að ég í rauninni kem hérna með breytingartillögu á 16. grein G-liðar sem að frá útsendri samþykktum og það samþykkt sem að bæjarstjóri kynnti hér áður og vil setja inn í lið 16 inn í aðra setningu í G-liðum að þar komi að forseti getur í umræðum umfangsmikil mál heimilað bæjarfulltrúum að taka ofta til máls og skal tilkynna það við upphaf umræðina. Þetta hefur verið til dæmis praktíserað við umræðum gerð fjárhagsáætlunar. Mér finnst líka þannig að ef að bæjarfulltrúi sé fram á að það vera að taka mál sem honum finnst vera að þurfa meiri umræðu við, að hann geti óskað eftir því forseta bæjarstjórnar að það verði heimilað að menn taki ofta til máls. Þetta er tillaga sem ég legg hér fram fyrir hönd meirihlutans. Þannig hefur þetta verið praktíserað hjá okkur og ég held að það sé bara ágætt að setja þessa setningu inn til að skerpa á því. Varðandi ræðutíma og þessa 16. grein H-liðar sem að hljómaði svo skemmtilega áður að það stóð í samþykkt unnt að setja takmarkanir á ræðutíma, hægt að hafa mjög ítarlega og nákvæma útfærslu þar að lútandi en algengar að setja í samþykkt almenna heimild til takmörkunar, til dæmis forseti tillögur og svo framvegis. Þetta er í rauninni greinlega bara eitthvað sem hefur á sínum tíma verið tekið beint upp úr leiðbeiningunum og gleymst að aðlaga að þessu samþykktum. Þannig að tillaga okkar er bara að þarna standi, ekki eru takmarkanir á ræðutíma bæjarfulltrúa. Telji forseti umræðu dragast úr hófi fram, getur hann þó lagt fram dagskrártillögu að ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðu verði lokið á tilteknum tíma eða umræðu með mál verði lokið þá þegar. Og svo myndi standa áfram það sem stóð áður, hver bæjarfulltrúi getur og borið fram slíka tillögur. Bæjarstjórn afgreiðir tillögur takmörkun umræðulaust. Þannig þetta er svona það sem stendur í þessari grein. Þannig ég sé Þannig er í rauninni okkar tillagi bara svo að við höldum þessu óbreyttu. Við erum í rauninni að setja inn þarna tillögu það að í stærri málum þá sé forseta heimilt að leyfa mönnum að tala oftar og þarna erum við líka að setja inn að ræðutími hann er í rauninni, það er ekki takmarkanir ræðutíma bæjarfulltrúa og það er kannski bara í rauninni svipað eins og er verið að leggja til í tillögu Sóley Björk bæjarfulltrúa. Hún byrjar á því að segja að fyrsta umræðan er ótakmarkað, þannig að menn geta talað þær eins og við vilja. Þannig ég held að sé pínlítið að vera að búa til eitthvað svona breytingar vegna. Að mínum mati. Mér finnst líka skemmtilegt að því hún kom fram með það að þetta sé ágætt samræði hérna á milli fólks í bæjarstjórn og menn hafa nú yfirleitt ekki lent í einhverjum stórum málum og það hefur meira að komið þannig fyrir að menn hafa bara beðið forseta hreinlega það að fá að koma í ræðustól ef það er eitthvað sem þeir vildu gjarna ræða og það er ekkit, mér finnst það líka bara, forseti álíka hafa þá heimild ef það er eitthvað líkt en að vera að setja, ég fór að hugsa bara þegar fyrir að líða nær kosningum
og veist, 4 sinnum þetta og ég bara fór að hugsa, já þetta verður kannski bara dálítið langar og langdregnar umræður, kannski það gott, en ég held bara að við bara getum verið markvissari með því að vera með þetta í þessum farvegi sem þetta er í dag, það er bara mín skoðun. Þannig ég sé ekkert að því og ég sett hérna í bæjarstjórn núna að verða hátt í 7 ár og þetta hefur ekki verið vandamál til þessa. Og það hefur enginn sett hérna rauður í sæti sínu eftir að ég er búin að ljúka máli mínu. Nei, en ég held bara þetta er bara mín skoðun og okkar skoðun hérna að þetta sé kannski ekki ástæða til að vera breyta þessu og ganga þetta. Þannig að ég fór líka að hugsa bara því að bæjarfulltrúi Sólu kom inn á það að það gæti komið upp svo stað að hún gæti komið aftust eftir alla og skili eftir í sætisinu með einhver ósvarað. En það er orðið alveg langt ef allir var að tala 4 sinnum. Það er svona kannski, það er sjaldgæft að það kemur upp. En tillagan er þessi og ég er búinn að lesa hann upp og ber hana bara hér upp til og legg hana hér fram til atkvæðagreiðslu. Takk. Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Forseti, bæjarfulltrúar, ég er nú svona, skil ekki alveg, ég skil nú alveg tillöguna sem var að koma frá meirihlutanum, ég hélt bara að forseti hefði þetta vald. Hann gæti lengt umræðuna með upphæði fundar og rætt við okkur eins og hann hefur alltaf gert, ég sé ekki alveg breyting á því, en mér tölur mikil breyting til batnaðar með tillögu Sóleyjarbergar. Það er erfitt að biðja, getur verið svolítið að biðja forseta að fá að taka aftur til máls að því að ég er að fara vill svara ykkur ámælum. Stundum er þetta bara misskilningur, það er ekkert málflutningur Sóleyjarbergar einu skil sem ég hefur langað til að koma upp og svona aðeins að rétta af fókusin. Mér hefði bara liðið bara betur með það ef ég geta gert það í smá stund og við erum að tala um 1 til 2 mínútur. Þetta mun ekki lengja fundina úr hófi fram. Og máli eru misstór eftir persón. Það getur verið öðrum mál, meirihlutanum finnist ykkur ákveðin mál stór og vilja hafa lengri mál þar og okkur getur bara fundist önnur mál vera bara miklu stærri. Og þá viljum við kannski koma að þessu upp. Og það er varðandi kosningar, ef við ætlum að vera með kosningaávarp þá getur bara gert það í upphæði fundar, upphæði ræðu og haldið 3 tíma kosningaræðu. Það er ótakmarkaður tími þar. Þannig að það er ekki, menn kom ekki upp 4 sinnum bara til að halda eitthvað kosningaávarp. Ég held ekki. Þannig að ég held að það er ekki, við tökum ekkert á því að prófa það til 1 árs. Það gæti einfalda umræðinu oft og eftir fundi. Maður geta klárað að tala saman og ég er sammála því að verður betri samræða. Og ef þetta getur verið til að fólk verður skýrari í því sem verður að segja og getur hugsanlega leiðrétt ákveðna misskilning sem hefur komið upp, þá hlýtur að vera til góðs. Ég styð þessu tillögu heils hugar, mér finnst þetta góð breyting. Og það má líka þess vegna vera tímamörk í upphæði fyrir mér, sko. Ef þú getur ekki sagt það á 15 mínútum, sko, þá getur sennilega ekki sagt það, sko. En takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huldu Jónsdóttur, varaforseta, að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er náttúrulega tek heils hugar undir það tillögu sem að Guðmundur Baldur kom með hérna, en það kemur með það fram fyrir okkar hönd. Varðandi þetta gera hlé á fundum, mér minnir þetta sé 3 skipti af tæpa 50 skiptum sem við höfum haldið bæjarstjórnarfundi hérna. Og örugglega eitt af þeim hefur bara verið, þetta er yfirleitt aldrei langar kannski 1 skiptið, en ég er svo sem alltaf geta, og við getum alveg sleppt í, sko, þannig að það verði einhver hlé, við getum reynt að koma í veg fyrir það. Ég hef ekki litið á að það væri neitt vandamál, en augljóslega getur það horft öðruvísi við hjá öðrum. En mér finnst eins og með þessar tillögur, Preben segir, já, forseti getur þetta. Það er alveg rétt, við vildum bara hafa það á blaði. Þú veist, að hafa þetta, að það sé sett fram og það standi einhvers staðar. Það var svona hugmyndin þarna líka, sko, og
Ég hef ekki orðið var við það að það sé mikil óánægja með þessi 2 skipti fyrir þá bara núna, sko. Það hefur ekki verið mikil umræða það. Vissulega stundum hafa bæjarfulltrúar vilja taka ofta til máls, en þetta hefur ekki sett okkur í slæma stöðu svo ég veit til. Mér finnst þetta ekki, ég er hræddur að hitt fara að vera svolítið meira, ég veit ekki, svona, þú veist, að fara að teygja svolítið meira á málunum sem kannski ekki þörf á. Auðvitað í einhverju tilfellum og það er náttúrulega kannski stærri málum. Kannski þurfum við bara að koma okkur ofta saman það þegar við erum að taka. Þú veist, við tökum fjárhagsáætlun, aðalskipulag og svona stærri mál, en kannski með önnur mál þá kannski ekki alltaf þörf á því að þurfa að fara 4 sinnum upp. Þú veist, við getum talað það að einhver bæjarfulltrúi væri 30 mínútur, svo var hann 15 mínútur, svo var hann 5 mínútur og svo aftur 5 mínútur. Ég meina, þetta gæti orðið ágætis dagskrá. Þetta gæti verið nokkra klukkstunda fundur, alveg. Og ef það á að vera þannig, ég held að það sé bara ekki þörf á því, sko. Það er mín skoðun. Þetta hefur verið svona undanfarin allavega 8 ár, síðan 2006 held ég. Og þess vegna styð ég heils hugar þær tillögur sem að Guðmundur Baldvin las hérna upp áðan. Og þannig að en auðvitað höldum við áfram þessari umræðu. Það verður örugglega einhver orð á eftir mér. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er stundum sagt að við sjálfstæðismenn séum íhaldsmenn. Við erum bara engir íhaldsmenn. Mér finnst bara íhaldssemin ekki ríða við einteyming hérna í dag. Ég bara skil ekki þessa afstöðu sem að kemur hérna fram með það að við skulum bara hafa þetta eins og þetta hefur verið af því að það er bara gott, af því bara. Hver segir þetta hafi verið svo gott? Ein ástæðan fyrir því að þessi tillaga kemur fram er að búa til öðruvísi samræðu hérna inni heldur en verið hefur. Ef að það er markmiðið í sjálfu sér að tala sem lengst og sem mest fyrir kosningar, þá getum við komið hérna upp tvisasinnum í hvert mál. Oftar ef við leggjum mál fram sjálf og þá myndum við náttúrulega bara leggja mál bara nógu oft fram til að koma sem oftast í pontu. Og ef ég kem upp tvisvar undir málum annarra, þá tala ég bara í 2-3 klukkutími hvort skipti. Málið dautt. Ég er bara komið hérna með fund til klukkan 12 á miðnætti án þess að nokkur geti við það ráðið í sjálfu sér. Mér finnst bara ekkert að því að við tökum hérna svona örlítið framsýna ákvörðunum að látum á það reyna hvort að þetta fyrirkomulag getur ekki bara komið sér vel fyrir bara bæjarstjórnina umræðuna hérna og það áhorf sem er á þessa umræður. Það kemur bara oft fyrir, virðulegi forseti, að maður situr hérna eftir og kemst ekki upp viljandi koma upp til að svara ákveðnum athugasemdum, ekki til að halda langar ræður, bara hreinlega til að svara, koma með komment. Og ég bara sé ekkert að því að gera þessa breytingu og ég bara skil ekki hvað er hérna í gangi. Er það að því að það er bæjarfulltrúi minnihlutanum sem ber þetta fram sem gerir máli svona hrikalega erfitt? Ég bara fatti þetta ekki. Þau eru bara afsakað. Og ég bara legg það til að þetta verið bara skoðað fullri alvöru og einurð og menn hérna leyfi sér að gera hérna einhverja breytingu sem að gerir allavega eitthvað til þess að færa formi hérna kannski aðeins upp á nútímalegra og virkara svið en nú er. Takk. Og þar með hef ég lokið máli mínu. Ég er búinn að koma tvisvar. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk beðið orðið. Forseti
Ágætu bæjarfulltrúar. Ég átti mig á því að það var ekki nógu skýrt hvernig ég las upp tillöguna mína, en ég ætla nú bara að byrja á því að lesa hana bara alveg upp fyrir ykkur. Ég svona sagði meira frá henni áðan. En sem sagt, tillaga mín við G-lið 16. greinar hljóðar svo að texti verði eftirfarandi. Hve oft má tala? Bæjarfulltrúi má tala 4 sinnum við hverja umræðu máls. Heimilt er þó bæjarfulltrúa að taka oftar til máls til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemdum fundarstjórn forseta. Bæjarstjóri, málshefjandi, flutningsmaður tillögu eða framsögumaður mega þó tala oftar en 4 sinnum við hverja umræðu máls. Síðan það hin tillaga mín sem við H-lið 16. greinar. Hún hljóðar svo að texti verði eftirfarandi. Í fyrstu ræðu við hverja umræðu ræðutími ótakmarkaður. Ræðutími í annarri ræðu má vera alltaf 15 mínútur og í 3. og 4. ræðu alltaf 5 mínútur. Hið sama gildir ræður bæjarstjóra. Forseti getur þó heimilað lengri ræðutíma við umræður fundarsköp eða fundarstjórn forseta. Forseta heimilt að rýmka ræðutíma sé mál það umfangsmikið eða mikilvægt að ekki sé hægt að ræða þá fullnægjandi hátt innan þeirra reglna sem mælt fyrir Einnig forseta heimilt að rýmka ræðutíma bæjarfulltrúa ef sérstaklega stendur á og nauðsyn krefur. Ákvörðun forseta samkvæmt þessari málsgrein skal liggja fyrir áður en umræða hefst. Við síðari umræðu fjárhagsáætlun og aðalskipulag Akureyrar skal ræðutími vera óbundinn. Bara þarna þetta upplesi, eins og var sagt frá hérna á, þá var nú búið að senda þetta í tölvupósti. Sko, það sem þetta með, hvernig þetta núna, það sem að forseti getur í raun og veru ákveðið lengri ræðutíma, þetta, sko, og það hægt að sækja það í raun og veru til forseta að fá að taka til máls til að bera af sér ávirðingar eða ræða fundarsköp. Sko, mér finnst bara miklu eðlilegra og mér finnst þetta svona pínu gamaldags, eins og svo margt og gamaldags getur verið rosa sjarmerandi. En það sem samt ósjarmerandi við margt sem gamaldags, það þetta svona, svona valdastruktúr eins og þarna að spyrja forseta má ég taka til máls og forseti segir bara já eða nei eftir þessum og honum. Þetta svona geðþóttapínu, við ákveðum þetta bara fyrirfram hvernig þessar leikreglur eru og það miklu eðlilegra og sanngjarnara. Og og á bara að vera á hreinu og ekkert eitthvað eftir hvernig forseta svona líst á að hafa. Og ég mér finnst svolítið fyndið að bæjarfulltrúi Gunnar talaði íhaldsmennina í Sjálfstæðisflokknum sem einmitt sko ekkert svo voðalega íhaldsamir alltaf og mér finnst alveg, en þú veist ég samt ekki sjokkeruð yfir þessari íhaldssemi vegna þess að auðvitað gerir maður þessi grein fyrir því að maður stígur inn í pólitíkina og inn í stjórn, þetta svona kerfi, þetta svona stórt kerfi, þunglamalegt. Og það ekkert sniðugt kannski að vera eitthvað svona að þeyta hlutum til og frá. Og þessi meirihluti má nú eiga það, nú gert stjórnkerfisbreytingar sem eru bara miklar breytingar og hér hefur starfsemi bæjarins bara pínu verið í uppnámi í allt í langan tíma í gegnum það breytingaferli þegar var verið að undirbúa það allt saman. En síðan sko, þess vegna ég líka pínu hissa sko, að síðan á að breyta hjá okkur þá bara nei, má ekki breyta neinu. Þá bara einhvern veginn frýsa allt. Ég rosa hissa. Og ég bara vil biðla til ykkar að vera svona pínuhugrekkari. Þetta ekki að fara, sko, og þó að við værum með fundið 12, þá það bara að því að við höfum svo margt að segja. Og þá það bara það sem þarf. Ég meina, þetta eru 2 fundir í mánuð, okkur nú ekki of gott að sitja hérna fram yfir kvöldmat. Og ég vil bara endilega biðla til ykkar að já, og langa að segja ykkur líka, sko, þetta nefnilega hugmynd, ég ekkert viss að ég eigi hana endilega. Ég man ekkert hvað hún kom, en hún kom sem sagt þegar í fyrra vorum við að halda kvennafund, það var svona konur í bæjarstjórn, bæjarstjórnarfundi bara skipaðar konur.
konum og við hittumst á hérna kaffhúsi og vorum svona að ræða hvaða máli hvað hefur að gera stelpur, gerum við bara eitthvað, breytum einhverju, gerum eitthvað og þá kom einhverja hugmyndir alls konar en þessi hugmynd það svona vinningin sem kom upp og allar já, styttu ræðutíman og gerum þetta meira svona samtalafjölgum en síðan fjallum við frá því og mér fannst það alveg eðlilegt vegna þess að þar voru rökin þau að við ættum ekki svona að gera eitthvað svona að stela bæjarstjórnum og fara að breyta fundarsköpum þegar að helmingurinn af fólkinu sem að fara að vinna eftir fundarsköpunum ekki til staðar og ég gat alveg sagt mig það var alveg ekki sanngjarnt að fara að breyta svona miklu á þessa helmingurinn en kannski þetta líka sýnir okkur íhaldssemina að nú eru konur bara komnar til jafns við karla nánast bara inn í kerfinu við erum nú að fara að gera breytingar á nefndum líka þar held ég að sé örugglega hugað að kynna sjónarmiðum og konur eru bara svolítið konnar sko og ég kannski pínu hissa líka ef að konurnar sem að sitja greiði ekki atkvæði með þessari tillögu en það svo margt að vera hissa yfir og ég ætla ekki að vera að blamma neitt og en ég vil bara í alvörunni ég er búin að færa góð rök fyrir þessu ég meina og eins og forseti tók undir nokkru fundir ég meina 350 það er alveg 6% ég ætla að taka við keflinu á Njáli Trausta og fara að ræða prósentur aðeins meira og það sem við höfum þurft að gera hlé á fundurum ekki það að það sé endilega vandamál í sjálfu sér en það sýnir bara okkur samt að það er ekki grundvöllur til umræðu og 4 skipti kannski ekkert nóg til þess að fara að ræða mál bara út í hörgul í afsakið vetrar að ræða mál út í hörgul en sko það samt ég held þetta getur ekki verið versnað og mér finnst líka sko að því bara engin rök og að því þetta hefur aldrei hefur ekki verið neitt vandamál þetta bara víst verið vandamál ég búin að benda á það en þú veist ekki þetta risastórt vandamál og ekki allt í upplausn út af þessu en þarf það að vera þannig og svo það líka þannig að það getur bara verið ótrúlega auðvelt að segja, já, ég er búin að vera í 25 ár, það var bara aldrei verið neinn vandamála, því að maður bara gleymir vandamálunum. Þetta minnir við pínu á geðlæknir sem skrifa stundum í Fréttablaðið og var eitthvað að tala um hann var að tala um áfalla stuðning, hvað þetta, áfallahjálp. Og það hefur bara aldrei verið neitt vandamál, því fólk hafi ekki fengið áfall. Nei, því að fólki sem bara, dó í kjölfar og jafnvel tók líf sitt í kjölfar áfalla, það var ekki þarna til þess að skapa vandamál. Ég bara segja að það stendur bara auðveldara að segja að það ekki vandamál heldur en að benda á vandamál. En mér finnst ég samt hafa benda á ákveðin vandamál og sem að þessar tillögur geta bætt úr og eins og ég segi, þetta ekki róttækt, þetta ekki einu sinni þetta ekki allt sem ég langaði að leggja fram. Ég að reyna að vera hófstillt og taka eitt skref í einu því að það líka rosa gott en þú veist að standa bara alltaf kjur frosin í sömu sporunum það bara kann ekki góður lukka stýra og síðan þegar vandamáli verða svo aðkallandi að nú bara verður að fara að gera breytingar og þá bara verður að gera svo mikið af breytingum og það verður bara ógnarstórt og ógnvænlegt. Ég held að við ættum að reyna að fylgja og vera í takt við tímann og gera breytingar jafn óðum skynsamlega. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, þið eru kannski að fara að upplifa fyrstu 2 tíma ræðuna mína. Nei, ég bara biði ykkur bæjarfulltrúar meirihlutans allan að íhuga málið og skoða þetta því að umræða það að þetta lengi umræðuna finnst mér ekki alveg sanngjarnt. Ég held að þetta geti akkurat að þveröfug áhrif. Hún getur akkurat stytt umræðuna. Ég held að getur oft komið fyrir að bæjarfulltrúar í stóli í seinni umræðinu og þeir að tala til mun eftir nákvæmlega hvað þeir ætla að segja.
Þú getur bara farið niður og komið svo upp aftur og sagt það þegar þú mannst það. Þurfur ekki að hanga hérna upp í stól í 10 mínútur þegar meira með að reyna að rifja það upp. Það getur nú ekki stytt umræðuna töluvert ef þú veist þú mátt koma aftur þegar þú mannst það. Þetta er ekki eins alvarleg breyting sem menn halda þetta sé. Hún getur leitt til góðs. Þó er sér bara stundum gaman að stíga aðeins út fyrir og prófa eitthvað nýtt. Og það versta sem myndi gerast, þetta fara alltaf böndunum og við myndum bara breyta þessu tilbaka aftur. Ég mitt bara ekkert að því að forseti gerir bara fundarhlið þegar það þarf og rói umræðan ef hann er komin á þann stað. Og ég man eftir hann að gert þetta tvisvar og það var bara góður ástæðu og hann getur haldið því áfram. Og kannski þannig að gera það oftar þegar við megum komið 4 sinnum. Það getur verið svolítið fjör. En takk fyrir, ég skora okkur að skoða þetta. Bæjarfulltrúi Brynjar Jón Pétursson er búinn með 2 tíma umræðu sína. Orðið er laust. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Annars vegar tillögur bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar Stefánsdóttur varðandi breytingar á G-lið. Tillagan er hve oft má tala. Bæjarfulltrúi má tala 4 sinnum við hverja umræðu máls. Heimild er þó að bæjarfulltrúi að taka ofta til máls til að bera af sér ámæli eða til að gera stutt og athugasemd við fundarstjórn forseta. Bæjarstjóri, málhefjandi, flutningsmaður tillögu og framsögumaður talsmaður flutningsmanna mega þó tala oftar en 4 sinnum við hverja umræðu máls. Þessi geta samþykkt það eins og þess gefið merki. Sem er á móti eins og þess gefið merki. Þá er það 16. grein H-liður. Tillaga bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar Stefánsdóttur. Í fyrstu ræðu fyrir hverja umræðu má ræðutími vera allt að 15 mínútur. Í fyrstu ræðu málshefjanda, flutningsmanna, tillögu eða framsögumanna, talsmanna flutningsmanna má ræðutími vera allt að 30 mínútur. Ræðutími annarra og þriðju. Já, þetta er sem sagt. Nú, var þetta ekki H-liðurinn eða? Ok. Þá er ég ekki með rétta tillögu af fundargáttinni. Já, ég sendi hérna í tölvupósti niður. Já, þá skal ég bara... En það fellur líka sjálft sig að fyrst að það verður að samþykkja þetta, þá erum við ekki bara að setja takmarkana á ræðutími 3 umræðu. Þá skulum við bara taka fyrir það tillögu sem að Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi las upp í pontu H-lið. Þessi geta samþykkt það eins og þess gefið merki. Sem er á móti það eru... Þá er það tillögu sem bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin las upp á G-lið. Forseti getur í umræðum umfangsmikil mál heimila bæjarfulltrúa að taka ofta til máls og skal tilkynna það við upphafi umræðna. Þessi geta samþykkt það eins og þess gefið merki. Það eru 8, 9, nei 8 fyrirgefið. Þá er það einhver á móti. Það er 1, 2 sitja hjá. Þá er það grein H. Ekki eru takmarkanir á ræðutíma bæjarfulltrúa. Telji forseti umræðu dragast úr hófi fram. Þetta er hann lagt fram að dagskrártillögum að ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðunni verður lokið til tíma eða umræðum mál verður lokið þá þegar. Sem geta samþykkt það eins og þess gefið merki. Getur þú sagt þetta? 16. grein H-liður, ræðutími. Ekki eru takmarkanir á ræðutíma bæjarfulltrúa telji forseti umræðu dragast úr hófi. Getur hann lagt fram að dagskrártillögum að ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðan verið lokið á tilteknum tíma eða umræðan mál verið lokið þá þegar. Þessi geta sagt það eins og þess gefið merki. Sem er á móti. 3, 2 sitja hjá. Það eru 3 á móti, 2 sitja hjá. Þá er það tillögur
Já, ég ber þá fram samþykktan með áorðnum breytingum til þess að geta samþykkt þær við sem gefið merki. 6. Þeir sem eru á móti. 5 sitja hjá.